Halló. Góðan daginn. Kæru frumkvöðlar og aðri gestir, verið velkomin á úrslit í hugmyndasamkeppni EIMS. Gerum okkur mat úr jarðhitann. Ég er Sunna og ég starfa fyrir EIM á sviði sjálfbær orkugjafa. En jarðhiti er einmitt sjálfbær orkugjafi. Við eigum helling af honum, sérstaklega hérna á Norðausturlandi, en við erum ekki að nýta nema það bil 30% á honum. Tækifærin eru þess vegna til staðar, möguleikarnir eru endalausir, en það er eitt af markmiðum EIMS að stuðla að bættri nýtingu auðlindarinnar. Það gerum við einmitt með keppni eins og þessari. En alls bárust 20 metnaðarfullar tillögur í keppnina frá 23 frumkvöðlum. Við erum mjög ánægð með það og hugmyndirnar eru hver annarri betri. Og ég er handviss að þessar tillögur muni skapa verðmæti fyrir Norðausturland á komandi árum. Með því að halda svona keppni er EIMur ekki bara að markaðssetja orku auðlindirnar og svæðið, heldur eru við einnig að auka þekkingu á samspili samfélags, umhverfis og efnahags. Og með þessu fjölgum við möguleikum svæðisins til þess að takast á við áskoranir samtímans og við stuðlum að því að við getum orðið leiðandi á heimsvísu með sjálfbærni og verðmætasköpun að leiðarljósi. Veggspjöldin sem ég vona að þið hafið haft tækifæri til þess að kíkja á eru hugmyndirnar sem að bárust í keppnina og eins og þið sjáuð þá eru þær ótrúlega flottar og metnaðarfullar. Dómnefnd hefur valið 4 tillögur til úrslita og við fáum kynningu á þessum 4 tillögum hér í dag og í framhaldi af því mun dómnefnd velja sigurvegarann. En áður en við förum í kynningarnar þá fáum við 3 stutt erindi og Sigríður Ingvarsdóttir, framkvæmdastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, ætlar að byrja. Þar á eftir kemur Kristján Þór Magnússon, sveitarstjóri Norðurþings. Hann ætlar að tala um mikilvægi nýsköpunar fyrir Norðausturland og að lokum Þórir Hrafnsson, formaður verkefnastjórnar Matarauðs Íslands. Gjörið þið svo vel. Já, kæru gestir, ég hef verið svo lánsöm að sitja í dómnefnd ásamt einvala liði í þessu metnaðarfulla verkefni á vegum EIMS, hugmyndasamkeppni nýtingu jarðhita við matvælaframleiðslu. Það hefur verið virkilega áhugavert að fara í gegnum og rýna þær umsóknir sem að bárust, sjá fjölbreytileikann, hugmyndaflóruna og lesa þær framtíðarvæntingar sem að í viðskiptahugmyndunum felast. Það er staðreynd að til að efla svæði, auka samkeppnishæfni og skapa störf, þá þurfum við stöðugt að huga að nýsköpun. Við þurfum nýsköpun jafnt í hefðbundnum atvinnugreinum sem og nýjum. Hugsið ykkur bara hversu miklum breytingum sjávarútvegurinn hefur tekið. Allt frá því að róa til fiskjar á trébátum og verka aflann annaðhvort í skreið eða í salt með handaflinu einu, yfir í nútíma tækni fiskiskip þar sem að mannshöndin þarf sífellt minna að snerta afurðirnar. Og verðmætaaukningin og nýtingin er gríðarleg. Matarupplifun, aukin og nýstárleg nýting hráefna, heilsu og umhverfissjónarmið, nýjir markaðir og aukin framleiðni eru lykilorð þegar kemur að vöruþróun í matvælaiðnaði. Ef við tökum aðeins fyrir matarupplifun þá er það staðreynd að eftir því sem að velmegun og framfarir aukast, fáum við mannfólki alltaf meiri tíma til að pröfa eitthvað nýtt, ferðast, njóta og upplifa. Allt frá fyrstu sólarlandaferðin okkar og grísaveislun á Costa del Sol hefur okkur langað til að upplifa hluti. Við viljum upplifa eitthvað alveg sérstakt, kynnast einhverju nýju og spennandi og það verður innihaldið í sögunum okkar þegar heim er komið.
og þegar að við gefum einstaklingi ekki bara mat, heldur matarupplifun, þá erum við að kvitta í 2 box sem að skipta máli, að borða og að upplifa. Ítalir eiga pasta, Frakkar eiga rauðvín, en pasta og rauðvín er ekki bara hráefni í mat, því þegar við komum til Ítalíu og Frakklands að þá heyrum við af sögunum. Pasta og rauðvín í ferðamennsku er upplifun og saga. En hvaðan kemur það? Hvernig er það framleitt, ræktað eða unnið? Þetta er kjarninn í aðdráttaraflinu við framandi matarmenningu. Að heyra sögun hráefnið, söguna aðferðina, eldamennskuna og framleiðsluna. Ísland á sínar eigin sögur lamb, fjallagrös og fisk, en með því að tengja matvælaframleiðslu við jarðhitann okkar erum við ekki bara að finna nýjar og hagkvæmar aðferðir til að framleiða eða elda, við erum að skapa sögur. Sögur sem verða grunnurinn að markaðssetningu og sölu á vörum og þjónustu. Því jarðhitinn einn og sér er ein af okkar bestu sögum sem við segjum ferðamönnum og takist okkur að segja þeim sögun náttúruvæna orku sem ratar alla leið á diskinn þeirra, þá hefur okkur tekist að seðja hungur þeirra, bæði í mat og upplifun. Við höfum upplifað og haft ágætis reynslu af skreið og saltfiski, soðningu, sushi og sous vide, en hvað er næst? Þeir sem eru góðir í að lesa framtíðina, þeir ná árangri. Við hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands leggjum mikla áherslu á faglega uppbyggingu fyrirtækja og að vanda vel til grunnvinnunar að þróun viðskiptatækifæra. Því munum við bjóða öllum þeim sem sendu inn hugmyndir í keppnina upp á hagnýtt námskeið rekstur fyrirtækja með áherslu á þróun viðskiptahugmynda, markaðssetningu, áætlanagerð og fjármál. Og hún Anna Guðný Guðmundsdóttir, verkefnastjóri hérna á Akureyri, að hún mun verða í sambandi við þáttakendur varðandi þetta mál. Eins erum við með mjög góða aðstöðu fyrir frumkvöðlafyrirtæki í verksmiðjunni að Glerárgötu 34 og þangað geta þeir komið sem að þurfa pláss fyrir viðskiptahugmyndirnar sínar til að vinna þær. Og við vonum svo sannarlega að flestar af þeim góðu hugmyndum sem í keppnina bárust verði að veruleika. Nýsköpunarmiðstöð Íslands er stoltur þáttakandi í þessu verkefni og okkur finnst fátt skemmtilegra en að fólk hugsi út fyrir boxið og að maturinn nái lengra en diskurinn. Ég vil færa mína bestu þakkir til allra þeirra þáttakanda sem sendu inn hugmyndir, þakkir til samstarfsaðila í dómnefnd og síðast en ekki síst þakkir til EIMS og stuðningsaðila fyrir að standa að þessari metnaðarfullu hugmyndasamkeppni. Og ég hlakka svo sannarlega til að fá nánari kynningu á þeim 4 hugmyndum sem valdar hafa verið hér til kynningar. Takk fyrir. Komið þér sæl og blessuð og gaman að vera með ykkur hérna í dag. Ég er búinn að hlakka mikið til þessa dags og hérna búinn að fá að fylgjast með þessari keppni núna í aðdragandanum og vil fá að byrja því að þakka bæði Snæbjörn og Sunnu kærlega fyrir undirbúningin og hérna öllum þeim sem að sendu inn þessar fjölmörgu mögnuðu tillögur sem að eru hérna upp á veggjum og við fáum svo að heyra hérna á eftir. Þannig daldið eins og að messa yfir kórnum að vera að tala um mikilvægi nýsköpunar hér í þessum sal akkurat í dag. Ég held að það skilji það allir mjög vel. En hún er auðvitað nýsköpunin mikilvæg allstaðar. Og í sjálfu sér geta svæðana, hvar svo sem þau eru, til þess að ýta undir nám og nýsköpun, hún er auðvitað bara nauðsynleg undirstaða þess að vera samkeppnishæf fólk yfir höfuð. Hún er líka, þessi geta auðvitað einhvers konar margfeldi stöðull á nærsamfélagið og atvinnulífið og eðlilega þróun til lengri tíma litið. Og þó svo að okkur þykir öllum afar vænt Akureyri, að við tökum þetta svona í þessu svona hnattræna samhengi, þá er þetta Akureyri
lítið þorp í samhenginu en gríðarlega stór og mikilvægur höfn fyrir okkur sem hér á þessu svæði búa og tækifærin sem að svæðin í kring geta notið góðs af í gegnum Akureyri eru þetta gríðarlega mörg og Akureyri verður áfram að vera sterkt til þess að geta stutt við það. En hjartað hér er ekkit minna heldur en á Raufarhöfn og mikilvægi nýsköpun er ekkit meira hér heldur en einmitt á Raufarhöfn. Neyðin kennir naktri konu að spinna og allt það. Þannig að svona út frá dreifðari svæðunum okkar þá held ég einmitt að þetta skipti ekki síður máli vegna þess að þar eru við því miður oftar að glíma við það sem að fer oft saman á dreifðari svæðunum. Það er að segja þessi landfræðilega einangrun, jafnvel atvinnuleysi og þjónustu þurrð sem að gera okkur oft erfitt fyrir með niðursveiflum í hagkerfinu og við þurfum á nýjum leiðum og nýri hugsun dálítið, ekki bara sveitarfélagana heldur líka hjá ríkinu í talandi nýsköpun í opinberri þjónustu og opinberra geiranum til þess að eiga möguleika að snúa erfiðri þróun við eins og við erum ofta að glíma við á þessum svæðum hérna á Norðausturlandi. En það er þannig líka að þeim svæðum fer fjölgandi, dreifðari svæðum innan OECD-landana sem að hafa unnið sérstaklega með sína styrkleika þrátt fyrir sína dreifðu eða þrátt fyrir sína staðsetningu og mörg hver eru nú að spila mun stærra hlutverk heldur en menn þorðu nokkuð tíman að vona í hinnu alþjóðlega samhengi. Extremadura héraðið á Spáni, Kanada er með mjög flott verkefni gegnum Rural Lens sem að gera það að verkum, þetta er svona kannski hliðstætt að einhverju leyti við brothætta byggðaverkefnið hér en þar er mikil áhersla lögð á það að svona áherslu mál hérna dreifðu byggða komi allstaðar upp á borðið í stefnumarkandi ákvörðunum í öllum ráðuneytum í Kanada. En hvað þurfum við hér á þessu svæði að huga sérstaklega að mínu mati þegar kemur að nýsköpun og það er auðvitað það blasir við að við getum nýtt auðlindir okkar mun betur. Við sóum allt of miklu, við erum vön allt of góðu, við höfum ekki þurft endilega að vanda okkur út í ystu æsar en nú fer það einmitt að verða mun mikilvægara. Ekki skiptir það líka minna máli að þegar að við förum að horfa þannig á hlutina þá verða oft til jafnvel verðmætari vara heldur en sú vara sem að upphaflega var borin á borð þegar auðlindin var í upphafi nýtt. Þannig að við erum líka bara of fá. Okkur vantar fólk, okkur vantar nýtt fólk inn á svæðið til þess að nýta öll þessi tækifæri sem við hér inn í þessum sal sjáum og vitum af. En okkur vantar fólk og það er ofboðslega uppörvandi að fá í heimsókn inn á svæði eins og Húsavík eða Lauga í Reykjadal eða Þeistareykji eins og gerist núna daginn. Öflugan hóp þýskra stúdenta eða háskólafólks sem var þar í iðnhönnunarnámi held ég mestu leyti frá Stuttgart dvaldi í tæpa viku á svæðinu og lét sér detta í hug alls konar hugmyndir hvað væri hægt að gera á svæðinu til framtíðalitið og ég vildi að það væri líka tækifæri til að sýna ykkur þær kynningar. Það eru algjörlega magnaðar. Fersk augu, ungt fólk, flottan bakgrunn, kemur inn á svæði sem að hefur fullt upp á að bjóða og eftir sitja fullt af hugmyndum. Þannig að við þurfum að efla líka tengslin við umheiminn, bjóða fólk velkomið, taka vel á móti fólki og búa þannig til vettvang til þess að fleiri geti hjálpa okkur við það að nýta þessi tækifæri. Þannig að þetta snýst auðvitað allt mannauðinn sem á svæðinu er og búa þannig hnútana að hingað vilji koma fólk. Og hvers konar fólk er líklegra að vilji koma hingað inn á svona þessi svæði sem Norðausturland? Það er kreatíft fólk. Kreatíft fólk er ekki síður viljugt til þess að koma inn á svona svæði og þá þurfum við að vanda okkur við það að búa til umhverfi sem að hjálpar slíku fólki sérstaklega við að koma inn. Rannsóknir og þróun eru þetta líka ákaflega mikilvæg fyrir nýsköpun en fjárfesting í menntun og þjálfun er oft ekki síður mikilvæg sérstaklega á dreifðu svæðunum.
Og við okkur hætti kannski stundum að hugsa til nýsköpunar sem svona einhvers konar hátækni þróunarverkefna sem að þetta eru langt flest að finna inn í borgarsamfélaginu. En það sannarlega ekki síður mikilvægt og má ekki gleyma því að aðgengja náttúrunni á svæðum eins og okkar algjör undirstaða fyrir nýsköpun í gríðarmörgum geirum. Og svo þetta með þessa fjármögnun vegna þess að við erum með fullt af hugmyndum og við þurfum að læða þessum hugmyndum inn á rétta kanala þannig að við getum gert eitthvað úr þeim og því miður þá það oft virðist vera erfiðara að fjármagna verkefni utan hins klassíska hefðbundna borgar skipulags og svæða. Þannig að það eitthvað sem við þurfum að efla hér enn meira og auðvitað hafa okkar fjármálastofnunum hér á þessu svæðu tekið á sig rögg að mörgu leyti en þetta eitthvað sem við þurfum auðvitað að vera vakandi fyrir í umhverfinu og hlúa þannig að við sitjum ekki eftir hvað fjármögnun á góðum hugmyndum varðar. Ég ætla ekki að babla lengur yfir ykkur hér í dag, ég bara hlakka til þess að heyra þessar 4 hugmyndir sem að vera kynntar hér á eftir og vil ítreka þakki mína fyrir hennan frábæra viðburð og ég vona sannarlega að verði ekki langt að líða þar til að eitthvað af þessum hugmyndum verði farið að raungerast og maður getur farið að smakka á þeim. Takk fyrir. Sælt fyrir fólkið. Þórir heiti ég, kem frá Matarauð Íslands sem svona hliðarbúkurinn, svona afsprengi atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins. Matarauður. Við Íslendingar búum náttúrulega yfir stórkostlegum matarauð. Og það hugmyndin kannski bak við matarauð að við náum að senda þessi skilaboð. Fyrsta lagi að byggja þau enn sterkar upp en nú og gera okkur Íslendingar stolt af þeim matarauð sem við eigum og senda svo skilaboðum út allan heim. Og þannig að fólk virkilega þegar það heyrir orðið Ísland, þá hugsar það matur. Í dag náttúrulega fyrsti dagur í heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Og hvað hugsum við þegar við heyrum nöfn þátttöku þjóðanna 32? Það eru kannski 1, 2, 3 atriði sem að tengjast hverri þjóð. Margar þjóðinnar eiga svona mat í sér, meinu Svissland, það hérna svissneskur ostur, æðislegt, svo heyrir maður aðra þjóðir og það kemur eitthvað annað upp. Andstæðingar okkar á laugardaginn, þeir eiga náttúrulega eitt alveg rosalegt matardæmi og það náttúrulega nautakjöt. Og við trúum því að hvergi heiminum sé betra nautakjöt en akkurat í Argentínu. Við Íslendingar þurfum að eignast svona auðkenni fyrir mat. Leikstíll argentínska liðsins og þess íslenska náttúrulega mjög ólíkur. Argentínumenn eru náttúrulega gríðarlega sókna sinna lið og kvikir mjög á meðan Íslendingar eru með svona þyngri ballest og taka þetta svona traustari tökum og svo fór maður að velta því fyrir sér að því að það þessi spölur frá flugvöllunum og hingað, þá gæti maður hugsa svo margt á leiðinni. Og kannski liggur munurinn í stóra mununum á matreiðslu þessara þjóða vegna þess að þegar þið fáið nautakjöt á Íslandi þá það náttúrulega alltaf með sós. En í Argentínu ykkur aldrei búin sósa, það tilir ekki En svona frábært hráefni. Ég var líka búin að hugsa það að ég ætla ekki að móðga neitt hérna í salnum vegna þess að besta nautakjötið í Argentínu og í Hrísey það líka, bara þannig að það sé ekki fram. En þetta eru svo stór atriði og hvert svæði og hvert land á sér sitt auðkenni. Og þegar maður lappar frá flugvellinum, þá lappar maður náttúrulega fram hjá Brynjuísbúð. Og aldrei hef ég komið hingað með fjölskyldum mína öðruvísi en svo að fjölskyldan hefur krafist þess að fá Brynjuís. Þetta bara örlítið dæmi sem kannski hafið heyrt alltaf oft. Og þetta náttúrulega í grunninn einhvers konar snilldar markaðssetning og síðasta dæmi frá þessum göngutúr mínum var að þegar ég var að koma hérna þá sá ég nafnið á skemmtiferðaskipinu sem heitir því óperulega nafni AIDA og þá rifjaðist upp kursinn í markaðsfræðinni og AIDA sem sagt fjórliðan það sem A stendur fyrir attention eða athygli, I stendur fyrir interest eða áhuga, D fyrir ákvörðun, decision
og loka aðeins stendur þá fyrir hérna sem sagt ákvörðunina sjálf, eða sem sagt aksjónið sjálft, að framkvæma. Og hérna þannig að þetta var heilmikil göngutúr, tekur 45 mínútur, mælt nákvæmlega. En ég ætla nú ekki að tala um fótbolta, ég ætla að fara örfáum orðum hérna matarauð Íslands. Og matarauður Íslands byggir á þessari stóru hugmynd sem kallar bæði fram stóra hugsun, stóra sýn, stórar ástríður, en kallar náttúrulega líka fram ótrúlega reglugerðafargan og fleira sem að þið örugglega kannist við sem erið úr matadæminu. Vegna þess að sko, það verða að vera réttu aðstæðunar, verða að vera réttu tækifærin og við verðum líka að hafa stóru hugmyndina. Nú sé ég ekkert hvað á skjánum. En sko, í sókninni sjálfri, þá byggist hún á 3 atriðum og nú er ég að tala skilaboðin til stóra heimsins. Við verðum að nýta aukna ferðamannastraum, nýta áhugan. Við setjum nýtt með þetta á hverju einasta ári. Þegar ég byrjaði í iðnaðarráðuneytinu forðum daga, þá komu hingað 250.000 ferðamenn og það var algjört met. Og við vorum með einhverju fundi með ráðherra og við settum okkur það markmið, eða sem sagt, við settum fram þá geðveika plani einhverju ræði sem hún hélt að bjuggu til forsíðu á Fréttablaðið og þar stóð eitthvað sem var algjörlega óhugsandi, 1 milljón ferðamenn til Íslands. Það er nú aldrei búið að yfirtrompa það. Það er náttúrulega í B-liðnum, það er náttúrulega ótrúlega sterk og mikil undiralda í öllu sem heitir þá gæða og umhverfisvitund allra. Og þetta verðum að nýta okkur. Menn eru að hugsa allt öðruvísi þetta nú en áður. Og í C-liðnum við erum að nýta áhuga á vöruþróun, umbótum og nýsköpun í matvælagreinum. Og þarna er nú aldeilis miklu að taka og þess vegna erum við nú saman komið hér í dag til þess einmitt að ýta undir og efla og setja meira fjör í nýsköpun. Bara til að sýna ykkur svona hvar hérna matarauðurinn er að setja fingrafar sitt. Þetta er bæði stórt og smátt, hugmyndasamkeppni og matarstefna fyrir Ísland og allt þar á milli. Ég vildi bara vekja athygli á okkar líka á heimasíðunni, af því þar er ótrúlega mikið efni, bæði upplýsingar, ljósmyndir, sögulegt dæmi, menn eru núna að safna matarminningum og skilaboðin eru í ykkar starfi, endilega notið ykkur þetta allt, notið myndinar, notið þekkinguna, allt frjálst og ég vildi kannski bara rétt að lokum, enda bara á smá myndbandi sem svona kannski gefur ykkur tilfinninguna fyrir því sem að í okkar skilningi svona íslensk matarmenning stendur fyrir og það sem við ætlum að styrkja og bæta og efla enn í framtíðinni. Einhvern veginn byrjar allt. Sumt er ekki áfram af innsæi, annað af þekkingu, reynslu og kunnáttu. Alltaf í sátt við náttúruna. Á veðraðri eyju þurft að afla viðurværis. Að læra til verka fyrir afkomuna og kynslóðirnar. Þannig safnaðist í sarpinn. Matarauður samtímans spratt ekki úr engu, heldur verðmætu hugviti og frjósamri jörð. Í dag uppskerum við og njótum og sáum nýjum fræjum til framtíðar. Matarauður Íslands, okkur að góðu.
Mér langar til þess að þakka Sigríði, Kristjáni og Þóri kærlega fyrir framsöguna og sérstakar þakkir til Nýsköpunarmiðstöðvar fyrir rausnarlegt boð námskeið, aðstoð og aðstöðu til þáttakanda. Næst ætlum við að fá kynningar frá úrslitatillugunum 4. Fyrst langar mig samt til að biðja ykkur að ná ykkur í veitingar frá 1862 Bistró sem þeir útbjuggu af mikilli natni með innblæstri frá tillugunum í keppnina. Já, gjörið svo vel. Jóhanna Maríu.
Sigmundsson. Hann kemur ekki. Jóhanna María Sigmundsdóttir kynnir tillöguna þeirra á fullnýtingu á íslenskri ylútirækt með aðstoð jarðvarma. Bjóðum hana velkomna. Já, góðan daginn, gaman að vera með ykkur hérna. Fá tækifæri til þess að kynna fyrir ykkur hugmynd sem að ég og pabbi minn höfum verið að vinna að. Og í rauninni hófum þessa vinnu ekki fyrir en bara þegar við sáum auglýsinguna fyrir þessa keppni. En hann komst í miður ekki í dag en ég kem hér með framfæri kveðju frá honum. Ég setti saman smá kynningarefni seint í gærkvöldi. Þannig að ég vona þetta ekki viljan fyrir verkið, þetta er engin flugeldasýning en þetta er bara svona þannig að þið getur fylgt mér aðeins í gegnum hugmyndina. Við búum auðvitað á landi sem að markaðsetur sig erlendis með í rauninni fyrir okkar hreinu náttúru, hreina vatnið okkar og loftgæði og svo framvegis. En það atriði hér á landi sem að við erum ekki að standa okkur nógu vel í og það á meðal matarsóun sem að í rauninni er ekkert annað heldur en sóun á orku og auðlindum. Og könnun á matarsóun hérlendis hefur sýnt fram á það að matarsóun aðeins innan höfuðborgarsvæðisins sé það mikil að verið sé að henda mat fyrir 4 milljarða á hverju ári. Og þetta er bara á höfuðborgarsvæðinu þannig að þið getið ímyndað ykkur þetta er yfirfært á allt landið. Og í dag 30% af ávöxtum og grænmeti hafnað vegna útlits áður en það kemst í verslanir. Og því snýr hugmyndin okkar að áframvinnslu matvæla með því að útbúa þurrko sem knúin með jarðvarma. Þar sem ræktun sem annars myndi farast til spillis breytt úr óeftirsóttri eða hundsaðri vöru í fyrsta flokks matvæli. Þarna erum við að tala fullnýtingu þess sem ræktað innanlands og fyrri rannsóknir hafa sýnt með því að draga úr matarsóun þá gefst okkur kostur á því að nýta auðlindina betur, spara fé og minnka losun á gróðurhúsalofttegundum og verkefni okkar styður við það. Þurrkun matvæla á sér langa sögu sem hægt að rekja mörg þúsund ár aftur í tíman og við Íslendingar erum ekki undanskilin þar. Ég held að öll hérna inni þekki harðfiskinn okkar. En að vestan og þá þekktum við einmitt verklagi við harðfiskinn og svo verklagi við það að eima salt og sjó og þaðan kom innblásturinn til okkar. Tilgangurinn með þurrkuninni að lengja geymsluþol matvælana og með því að fjarlæga vatni úr matnum hægt að hefta fjölgun baktería, hægt að draga á myglu og gerjun og óæskilegum áhrifum ensíma þar sem að vatnsvirkni matvælana minnkar eftir þurrkun. Og vatnið fjarlægt og matnum með hitun sem í þessari hugmynd framkölluð með aðstoð jarðvarmans og að ræða inni þurrkun í þurrkomni með loftþurrkun. Þannig að ég útskýri þetta aðeins betur að inni þurrkun hefur marga kosti, það gerir það mögulegt að hægt að standa þurrkun allt árið í kring sem nú mjög heppilegt á Íslandi þar sem að veðráttan getur verið eins og við þekkjum. Og þurrkunartíminn verður einnig styttri. Þurrkomnin verður útbúin dælu sem dælir heitu vatni lagnir sem annars vegar liggja í veggjum ofnsins og hins vegar í lögnum sem að hleypa heitu lofti inn í rýmið þar sem að matvæli liggja á þurrkgrindum. Og við viljum horfa til nýtingar á því sem fyrirfinnst í ylútirækt á Íslandi og þarna erum við að tala kryddjurtir, tómat og sveppi, paprikur, það verður hægt að þurrka ber, gulrætur, kartöflur, allskis káltegundir, bara í rauninni ímyndunaraflið það eina sem að stöðvar okkur. Og gæði hráefnisins sem á að þurrka skipta máli, en hérna getur við að ræða hráefni sem oft í fullkomnu ástandi, en vegna útlitsins vilja neytendur það ekki. Til dæmis kryddjurtir sem að vaxa ekki nógu þétt, gulrætur sem ekki nógu beinar. Það bara rannsóknir sem sýna það að fólk velur það sem það að kaupa eftir þeirri lögun sem það þekkir best. Og svo þetta grænmeti sem hefur galla sem auðvelt að skera af, en þá grænmetið eða ávöxtin ekki tilbúnir til sölu í því formi sem neytendur vilja fá það. Þarna var hægt að nýta það.
Og það sem að skipti máli að hráefnið hafi ekki verið geymt of lengi áður en það þurrkað, að þá kosturinn að nýta þessa innlendu ræktun. Ávinningur getur svo hlotist af því að ekki þurfi að henda hillikartöflu þó svo að einhver bútur af henni sé skemmdur. Þannig að þið sjáu það þótt að það sé ekki hægt að bjarga kannski öllu í hvert einasta skipti, að þá hægt að minnka þetta talsvert af því magni sem hendi Eitthvað af hráefninu gæti þurft eldun fyrir þurrkunina og þar væri hægt að nýta jarðvarmann einnig. Útkoman sú að þegar hráefnið komið niður í ásættilega þurrefnisprósentu, þá erum við með mismunandi tegundir af þurrkuðu grænmeti og ávöxtum. Sumt væri hægt að selja pakkað sér, öðru væri hægt að blanda saman fyrir sérhæfðari notkun eins og þegar á að búa til súpur eða pottrétti. Og svo væri líka hægt að flokka þetta eftir matarvenjum og matargerð eins og ítalskri, asískri og svo framvegis. Því teljum við að þessi hugmynd nái einnig til allra Íslendinga í því fjölmenningarsamfélagi sem við búum í dag. Markhópurinn fyrir lokaafurðina væru því heimili landsins og veitingastaðir og ferðamenn. Við erum ekki eingöngu að einblína á íslensku matahefðina, heldur einnig horfa til vinsælda og eftirspurnar. Og svo þurrkuð matvæli þægileg fyrir þá sem til dæmis stunda útivist, til að eiga í fjallakofum eða sumarbústaðum, einhvers staðar sem að líður langur tími á milli viðveru fólks, þar sem að geymsluþol þessara matvæla eykst. Og það eru auðvitað fleiri möguleikar á nýtingu omsins sem að við höfum verið að teikna upp, eins og til þess að þurrka prótein, kjöt og fisk. Og það mætti nýta hráefni sem fyrirfinnast nú þegar í náttúrunni, fjallagrös, ber og svo framvegis. Og við teljum að verkefni sem við erum með í höndunum, það byggja á samstarfi sveitafélaga, íslenskar garðyrkjubænda og annarra ræktenda, orkufyrirtækja og jafnvel verslana. Þessar aðila þar sem að hráefni, orka og úrræði mætast. Og arðsemi var ekki aðeins fólgin í því að selja vöruna þegar hún tilbúin, heldur með sparnaðurinn einnig fram með því að fullnýta það sem að til minni matarsóun, sjálfbærni og möguleikum og ódýrar geymslu og flutning þar sem að varan bæði léttari og minni sig heldur en upphaflega hráefnið. Og einnig myndi þörfi minnka á því að flytja þurrkuð matvæli til landsins. Þannig að verkefni okkar snýst sköpun og nýtingu, leið og að tekur á þáttum sem að mér finnst mikilvægt að við hugsum það að minnka matarsóun, auka sjálfbærni Íslands og kolefnisjafna okkur. Þó svo hugmyndin okkar sé ennþá á teikniborðinu, þá teljum við að ekki þurfi mikið til þess að hún verði að veruleika og okkur hlakkar bara til framhaldsins. Ég þakka áheyrnina. Áður en að Jóhanna María fer þá langar okkur að veita henni viðurkenningarskjal þar sem hún komst í úrslit. Takk fyrir hamingju. Næst það Torsten Ulrik og Kristína Irma Schröter sem ætla að kynna sína hugmynd. Þau fá líka viðurkenningarskjal. Já. Við eigum kannski fyrst og fremst að kynna ykkur. Við erum Dóttir og Kristín. Við erum fætt og uppalin í Þýskalandi en erum núna búsett og starfandi á Húsavík.
Við byrjum svona smá afsökun af því að við munum halda núna áfram á ensku. En ef einhver er í vandræðum með því að skila okkur eða eitthvað er óljóst, ekki yngra við, þið getur alltaf spurt okkur og það munum við bara reyna að túlka þetta yfir á íslenskunni. Já. Yeah, to start with, our project is called Tulkis. And yeah, the first thing what we did is actually we had a look at what is already available in Iceland. Because as you know, sometimes you don't have to reinvent the wheel, sometimes you just have to have a second look of what's already there and connect things in a more suitable way. So, yeah, lovely island. So what do we have? Of course we have just geothermal. Okay. Of course we have the geothermal energy. We have a lot of organic waste, which nobody's at the moment looking at. With organic waste here, I mean waste from the slaughterhouses, waste from dairy production, waste from the fish factories, waste from supermarkets, as mentioned before. So we have that one, which is not being used yet. And on the other hand, we have the very important fish industry. So our question was, how can we link all of this together in a more efficient way? And for us, there was only one logical solution. We hope that after this presentation, it is as logic for us as it was, it will be as logic for you as it was for us. So there were insects. And now we proudly present our first 60 employees because, we already started hiring. They're all here in the box. But because they are so small and we would like to give you all a chance to have a look at them, we will hand them out and you can have a look at them. As long as you keep the locks on, nothing will happen. Yes. There are, of course, many different insect species which you could utilize for our project, but, to make things easier, because we didn't want to bring an entire zoo with us today, we decided to go for the Tenebrios molitor. In Icelandic, it's called mjölormar, or in English, the yellow mealworm. So, but now we should have a closer look at our target market. Why? What do we want to do with them? Actually, we want to focus on the aquaculture. Aquaculture is a very growing sector worldwide and also in Iceland. Just to give you some numbers, in 2016, the production output increased by about 20% from 16,000 tons to 20,000 tons. And researchers predict that this sector has a great future and will grow even more in the future. But there's one thing that most people don't know, which is not sustainable at all about aquaculture, and this is actually the fish diet, because a big part of the fish diet contains of fish meal and fish oil. Where do they get that from? They get that from the wild population out in the on the oceans. And this is exactly where our project comes in, because what people often don't know is that insects, the nutritional content of insects and fish meal and fish oil is very, very similar. And this is what we would like to replace. Not only because it's sustainable, because, the industry doesn't really often look at sustainable things, they also want to see prices. This is why we should have a closer look at the price development of fish meal and fish oil in the recent years. As you can see, it is increasing. There are several reasons for this, especially if you look at the, global warming whatsoever, the decreasing fish population, the really high fishing pressure in the oceans. So these prices are expected to go even more up. So this will become a severe issue because the production costs are growing. And there's also another aspect. A lot of customers, they stop buying fish which is reared in aquaculture because they are aware of this, because they are aware that we're exploiting the oceans for aquaculture. And this is where we come in. We would like to offer a more sustainable product than fish oil and fish meal, because insects are in general very low on water use. They have a very high land efficiency. Land efficiency is the scientific term for the amount of land that you need to produce, let's say, 1 kilogram of protein. This is very small with insects. On the other hand, there's almost no emission. There's almost zero waste. The only waste that you have with the insect production is basically, let's say, packaging. Anything else that comes out of the production line can be reused in a certain way. How we will reuse it is something Torsten will explain later.
Yes, and the great advantage is all the raw material which we would need for this production is already here. It's just not being used and the way we would like to use it. But what would our customers gain from us? We would like to become their local partner or the local partner for the aquaculture farmers, because you can adjust the nutritional content of the insects with the diet that you feed to them. And you know that each fish species is, has different requirements, needs different diet. So we could adjust that one. We could just tailor-made the nutritional content that the fish farmer needs. On the other hand, as I said before, the prices are growing. We would stay local. We have local raw materials. We have the local heat, means we have local prices, and we make them independent of the price development of fish meal, fish oil, or soybeans, which is another alternative, where the prices are just going up in the last years. And last but not least, we would also offer them another alternative, because now they could label their fish fat not on fish meal or not on fish oil. It means they have the chance to gain customers back, which stop buying fish, weird from aquaculture. And of course, there's another target market, which we see, but we don't think that the great population is ready for it yet. This is insects for human consumption. But to be honest, this is a market, but this is maybe something in the future. We don't think that Jon Jonsson would be too happy if you would offer him an insect burger instead of some real meat. And yes, and of course there are also different target markets for the other side products that we have, which Torsten will explain. So, yeah, of course now we would like to explain how we would like to do this. Thank you for this introduction. As we got all the topics before, I would like to show you how we think we could develop our factory. Basically, you see here a chart of all the steps. We have 5 major areas in our former factory. You have the nursery, because if you see all these small creatures, you have 4 stages where they go through. This is the egg, the larvae, the pupa, and the bug itself. We like to split off this circle into 2 and to gain enough eggs for our production line, because we need this on a high increase rate. So what we do with all these small larvae, we put them in boxes. We want to use an artificial feeder which runs almost automatically. The whole factory is developed to gain an output of 20 to 25 tons per week of raw material, of the pure insects. To reach this, we need a lot of input. So for 1 kilogram of insects, you need approximately twice as much to feed the insects. So we need to get a lot of biological waste. And just when you drive around here and look with open eyes in the landscape, you see unused food from the farmers which they produced in the last year. So we can collect this. Or if you just think about supermarkets, how much food is just for the bin produced. So everything like this need to be collected, put in our factory. And of course, we have a lot of we need a lot of power for this, and there is what the geothermal energy comes in. Just to have an idea about numbers, so to create 1 ton of this protein, we need approximately 1000 kilowatt hours, and also a lot of hot water to get this raw material disinfected, because we need stable conditions for the insects. And
we also need to heat up the whole facility and need to adjust the humidity, which is about 70%. Yeah, all in this in our factory, we think it's about we're gonna employ like 25 people, which is also important for the local market, and it is made to produce several products. So these are our main products. We want to split, or yeah, we can serve these insects in different ways. So you can get it deep frozen or just as a raw insects for the fish industry, and we also can use the frass of it, which is perfect for gardening, private house, and also for recultivation the landscape around. Just when we think about all the stone deserts in the highlands, which can be reactivated somewhen. So this is a good option for this. And also here, these tiny skins from them, when they run through the process, this can be used also in the food industry, like stabilizers or other small yeah, and of course also as a fertilizer. But the main product is the protein, the fat in it. We can split it off and mix it together as the customers want, and also the species for the aquaculture need their food. Or of course you can also get it in live and feed it to some animals also in the home. Yeah, I guess this was our idea, and let's see if this will be our logo on a factory somewhere. Tack för det. We also want to place a table later on next to our poster, so you can also have a look into these boxes. Tack för det. Takk fyrir Kristín og Thorsten. Næst það Kristín S. Gunnarsdóttir sem ætlar að kynna hugmyndina sína nýtingu náttúruafurða í Öxarfirði. Svo vel. Kristín fær að sjálfsögðu viðurkenningu. Komiði sæl, Kristín heiti ég búsett í Öxarfirði. Ég sauðfjárbóndi og landvörður og mín hugmynd sem sagt hvernig nýta megi heita vatnið sem á svæðinu okkar. Hún svona eiginlega þrískipt hugmyndin. Nú Öxarfjörður víðáttu mikill, það mjög gott land til ræktunar. Það eru stóra spildur sem hafa verið í ræktum árum áður. Það eru kartöflur og gulrætur og rófur og annað slíkt. Og mikið land nú til staðar sem nýta má til ýmiss konar ræktunar. Með samspili síðan lindána, sjávarins og jöklu, þá hefur myndast gjöfull jarðvegur á stórum svæðum sem lítið eru notuð í dag. Í Öxarfirði líka mikið af heitu vatni. Á svæði sem skilgreint hefur verið sem orku- og vatnsríkt lághitasvæði. Jarðhitinn fyrst og fremst notaður í fiskeldi og hitaveitu, en það aðeins lítið brot nýtanlegs jarðhita. Tugi lítra vatns renna ónýttir frá þessu mikla jarðvarmasvæði á hverri sekundu.
Með tilkomi ræktunar má nýta þetta umfram vatn til að hita upp jarðveginn svo plönturnar nái fyrr að þroskast og dafna. Að framleiða jurtir á lífrænan hátt í sátt við náttúruna og umhverfið er eitt markmið ræktunarinnar. Aðgengi að heita vatninu er auðvelt, rétt eins og aðgengi að ræktunarsvæðunum. Að leiða heitt umfram vatn í jarðveginn gefur forskot á ræktun og með því móti aukast líkur til að rækta fleiri og sterkari plöntur. Þannig nýtist umframmagn hitaveitunar, varan fer fyrr á markað og fyrir þá væntanlega betra verð. Ég er aðalega með í huga íslenskar jurtir sem hafa verið nýttar öldum saman til bæði í fæðu og til lækninga. Í Öxarfirði er líka mikið af köldu vatni og það er sérstaklega á austursvæði fjarðarins þar sem þessi ræktunarsvæði einmitt eru líka. Kalda vatni hefur efnagreind og það þykir með afbrigðum gott. Nú til að jurtir sem haldi sem best eiginleikum sínum, þá þykir besta aðferðin í dag vera frostþurrkun. Það þýðir það að vatni fjarlægt úr frostnu hráefni með því að setja hráefni í lofttæmdan þurrklefa. Vatni breytist á beint í gufu, en það er ekkert að bráðna eða neitt slíkt. Frostþurrkað getur enst áratugum saman. Yfirleitt eru svona kerfi kerð með gufukattlum eða rafmagni, en þar sem við höfum mikla varma orku á Íslandi, þá hefur þótt fýsilegt að nota jarðgufu til að keyra slík kerfi. Með þessu fæst lægri orkukostnaður, nýting á jarðvarma og afurðir halda betur eiginleikum sínum. Það er eftirspurn eftir jurtum á heimsmarkaði í dag. Að rækta jurtir á svæði eins og býðst í Öxarfirði gerir vöruna verðmætari vegna hreinleika vatns, lofts og jarðar. Í Öxarfirði er líka rekið sláturhús og kjötvinnsla. Það er fjallalamb á Kópaskeri. Þar fer fram kjötframleiðsla allan ársins hring og afurðir sendar á markað dag hvern. Í sláturtíð á haustin fellir til mikið magn innmatar sem ekki er nýttur nema litlu leyti til manneldis. Það er spennandi kostur að breyta þessu og þróa vörur sem falla nútíma fólki vel, gera innmatinn að verðmætum. Nú þegar eru fæðubótarefni unnin úr blöndu af þessu tveimur þáttum, jurtum og innmat og gengur vel. Og mjög líklega af þessu brölt okkar, þá er fyrirtæki að flytja á Kópasker sem er einmitt að framleiða fæðubótarefni. En það að þróa matvörur úr íslensku jurtum og innmat sauðfjár, það er spennandi áskorun fyrir matakistu Íslands. Hráefni og héraði yrði fullnýtt með aðstoð náttúruauðafa sem svæði býður upp á. Það er ekki verið að byggja mengandi framleiðslu en það gæti orðið að stóriðju. Ferðaþjónusta er engin burðarás í Öxarfirði, svona eins og er víða á Suðurlandi til dæmis. En það er hefð til staðar fyrir matamenningu og matvinnslu. Og yrði þessi viðbót því vel í takt við það sem þegar er til staðar. Að auka fjölbreytni í atvinnulífinu er eilíða markmið sérhvers sveitarfélags. Og tillaga mín, hún felur í sér bæði betri nýtingu á náttúruauðæfum sem til staðar eru og ekki síður felur hún í sér hvatningu til vöruþróunar, menntunar, auk tækni og verkkunnáttu, eins og í jarðrækt, vinnslu og markaðssetningu. Og hér sjáum þið Google Earth mynd úr Öxarfirði.
mikið flæmi lands með góðu jarðvegi þar sem auðvelt vera rækta ýmislegt. Takk fyrir þetta, Kristín. Síðust en ekki síst eru Magnús Þótt Bjarnason og Þorgerður Þorleifsdóttir með sína hugmynd ræktun á heitsjávarækju. Já, góðan dag. Ég heiti Þorgerður og með mér, svo segir, Magnús Þór og við bæði starfum hjá Rórum EOF. En tillaga okkar einmitt ræktun á heitsjávarækju á Hjalteyri í Dýrafirði. En þetta verkefni unnið í nánu samstarfi við norska rannsóknarfyrirtækið Íris í gegnum Dr. Þorleif Ágústsson sem þar starfar. Aðri samstarfsaðilar eru Hjalteyri HF, Happy Prawns og fóðurfyrirtækið Laxá HF. En verkefnið hannað í samvinnu við heimamenn. Í gegnum Hjalteyri aðgangur að vannýttu atvinnuhúsnæði og aðstæður fyrir eldið. Fóðurfélagið Laxá biður fagþekkingu sína til raunframleiðslu á fóðri fyrir eldið í samvinnu við Happy Prawns. Íris þekkt rannsóknarfyrirtæki í Noregi og Rórum hefur átt í samstarfi lengi við þá síðan þeir byrjuðu. En gegnum Íris erum við síðan í samstarfi við Happy Prawn sem fyrirtæki í Noregi sem gerir út á ræktun á heilbrigðri gæðarækju við hreinar og vistvænar aðstæður. Verkefnið nýtt á Íslandi sem það hefur ekki verið reynt að rækta heitsjávarækju við Ísland áður. En með því að nýta hitaveituvatn úr borholum Norðurorku á Hjalteyri til þess að hita hreinan sjó við eldið og hefð fyrir reynslu af bæði eldisstarfsemi á Hjalteyri og stór hluti af búnaðarins sem þarf til eldsins nú þegar til staðar á Hjalteyri og einnig má nýta búnað sem þegar til staðar frá lúðueldinu við starfsemina. Við notum kerfið Recirculation of Aquaculture Systems eða RAS sem fullkomnasta eldiskerfi sem völ á og hefur góða reynslu af því erlendis. RAS nýtir 90% af öllum sjó og sá úrgangur sem verður svo hægt að farga á réttan hátt. En miklu möguleiki á að nýta hann í framtíðinni. Og þetta eitthvað sem Íris samstarfið við Happy Prawn hefur mikla reynslu af og býður fram fagþekkingu sína. Þannig engin úrgangur frá eldinu mun nokkuð tíma fara í sjóinn. Og til að taka saman í lokin þá heitsjávarækja eftirsótt og verðmæt ferskvara bæði á innlendum og erlendum markaði og þó að ekki hafi verið nýtt á Íslandi þá búið að gefa út leyfi fyrir þessari ákveðnu rækjutegund til ræktunar á Íslandi. Þannig leyfið til staðar. Og góðar aðstæður fyrir eldið, búnaður, samstarfið heimamenn, fagleg þekking bæði innlend og erlend allt til staðar. Því ætti ekkert að standa í veg fyrir að ræktun á heitsjávarækju í Eyjafirði væri arðbær og uppbyggjandi verkefni hjá okkur. Takk fyrir.
Við þökkum Þorgerði og Magnúsi kærlega fyrir þetta. Þá á dómnefndin stórt verk fyrir höndum, en þau ætla að fara afsíðis og taka loka ákvörðun. Á meðan þá ætlar hún Lilja Kjalarsdóttir frá Kínatúra að segja okkur aðeins frá fyrirtækinu sínu og hvernig hún að nýta jarðhita til matvælaframleiðslu. Gjörðu svo vel. Heyrist ekki í manni þegar maður lappar upp? Heyrist svona í manni alveg aftast? Eða á ég að... Upptaka það. Já, ok. Ok. Það ætla ég að fá að færa með aðeins hérna. Og... Þetta er fínlega. Ok, heyr allir í mér hérna. Og þetta hérna virkar, sagði ekki? Já. Sælblessuð, ég hérna skemmtiatriði núna meðan að dómnefndin að störfum og ég ætla að segja ykkur sögu fyrirtækisins sem heitir Kínatúra. Við sem sagt erum í þörungaræktun, smáþörungaræktun og það var rauninni framkvæmdastjórinn okkar sem átti að vera hérna og hún var búin að samþykkja að koma en steingleymdi að hún var með mastersnema sem var að verja á sama tíma þannig að ég var send í staðinn fyrir hana. En vonandi get ég alveg skilað þessu vel frá mér. Sem sagt, Kínatúra íslenskt líftæknifyrirtæki sem hefur þróað alveg einstakan ræktunarbúnað til að rækta smáþörunga. Eins og við að rækta þörunginn núna sem heitir Haematococcus pluvialis og við erum komin upp í 4 ræktunareiningar sem eru þá rúma samtals 30.000 lítra. Við erum komið 4 vörur á neytendamarkaðinn hérna á Íslandi og ég vona að þið hafi kannski tekið eftir einhver af þeim. Við erum komið með Astalísi, Astacardio og fleiri vörur. Við erum líka byrjað að selja erlendis á B2B markaði þar sem við erum að selja hráefni og tilbúnar vörur. Við erum í rauninni öll okkur vöruþróun miðar að því að uppfylla þarfir neytenda fyrir bætta heilsu og lífsgæði. Þannig að við erum í rauninni þessum í heilsugeiranum í sambandi við og erum að þróa í rauninni flottar vörur sem að fara í rauninni nærði að vera náttúrulyf. Þannig að það okkar takmark að vera leiðandi afl í markaðssetningu og sölu erlendis á í rauninni hágæða íslenskum náttúruvörum, unnum og þörungum. Við notum fyrir okkar framleiðslu græna orku, endurnýjanlegt rafmagn og hreint íslenskt vatn og út af því að við erum í þörungaræktun þá erum við í rauninni að framleiða súrefni sem við erum ekki að nýta. Það úrgangurinn okkar súrefni, þannig að við erum að dæla koltvísýringi og notum rafmagn til að keyra áfram ljósleddur og til þess að rækta þörunginn okkar og ég útskýri þetta allt betur eftir smá stund. Þannig að mér langaði að byrja bara að gefa ykkur bara stutt yfirlit yfir okkar sögu og því að Kínatúra mjög ungt fyrirtæki. Það var stofnað árið 2014 og það í rauninni ótrúlegt að koma inn á starfsstöðunar okkar í dag og hugsa sér að þetta fyrirtæki hafi bara verið stofnað árið 2014. Þannig að stofnun 2014, 2015 var það þáttaka í Startup Energy og í rauninni fyrstu tilraunir við að byggja ræktunareiningar og fara algjörlega ótróðnar slóðir í ræktun á smáþörungum. Og því að stofnendur fyrirtækisins voru bara alls ekki sátt við lausnir sem voru til á markaðnum þá. 2016 var fyrirtæki fjármagnað af Eiríksbrotum upp á 311 milljónir krónar og þetta algjör lykill að hröðum vexti plús í rauninni mannauðurinn sem við höfum. 2016 var líka fyrsta ræktunareiningin á stórum skala byggð og fyrsta í rauninni ræktunareiningin sem var úr stáli og á þessu ári var líka framleiðslan sett á stað. 2017 eða fyrra komið fyrstu vörurnar okkar á markað. Þá var líka hafið samstarfi fyrirtæki Saga Medica sem að framleiðir fæðubótaefni úr hvönn. Þannig að í rauninni gátum við í rauninni og þetta var hugsað upp á samnýtingu á bæði aðstöðu og sölunetti. En Saga Medica gamalt fyrirtæki, rótgróið fyrirtæki, búið að vera til staðar í 17-18 ár og með góð sölunet erlendis og þetta getum við nýtt okkur í Kínatúra.
Á þessu ári vorum við að sækja einkaleyfi fyrir ræktunarbúnaðinum okkar. Við erum að ganga gegnum sameiningu við Saga Medica núna í mánuðinum. 21. júní erum við að fara í samruna í fyrirtæki sem munum við þá vera að kalla Saga Natura og í rauninni við erum að fara að byrja næstu stóru uppskölun sem að vera þá tilbúin og komin í notkun á næsta ári, alveg í byrjun næsta árs. Þannig að ég nefndi áðan að fjármagni var mjög mikilvægt upp á að koma verkefninu á stað og reyna að keyra verkefni áfram eins hratt og það hefur gert. En það er líka alveg ótrúlega mikilvægt að hafa góðan mannauð og það er lykilfólk hjá okkur sem er búið að í rauninni standa á bakvið þessa hröðu þróun. Við erum með fólk í ráðgjafa sem eru búin að gegna lykilatriði. Við erum með fólk sem sagt úr lyfjaiðnaðinum og úr hátækni sem er með reynslu í sölu, rannsóknum og gæðamálum. Þetta fólk hefur allt komið inn og hjálpað okkar starfsfólki. Við erum auðvitað með Sjöfn Sigurgeirsdóttir sem er framkvæmdastjórinn okkar sem forfallaðist í dag en hún er alltaf algjör búin að vera drifkraftur á bakvið fyrirtækið og keyrir í rauninni allt áfram. Hún er alltaf leið og maður er búin að ná ákveðnum árangri, þá er það bara næsta. Það er ekkert stoppað og það er kannski keypt einn súkkulaðikaka og síðan bara, jæja, hvað er næst? Þannig að það er keyrt áfram. Og síðan erum við náttúrulega með alveg algjöra snillinga í öllum stöðum í fyrirtækinu. Bæði í sölu- og markaðssetningu, í vöruþróun, síðan líka í þróun á ræktunarbúnaðinum og í gæðamálun og rannsóknum. Þannig að ef ég fyrir tilbaka til ásins 2015, eða 2014-15, það sem að í rauninni stofnendur voru að hugsa að vildu koma sér á stað inn í smáþörungaræktun en voru bara alls ekki sátt við ræktunarbúnaðinn sem var til á markaðnum. Og það var líka hægt að kaupa ræktunarbúnað þá til að byrja að rækta. Þannig að það var setjast niður við teikniborðið og það var hugsað, ok, hvað er í boði núna, hvernig viljum við sjá þetta í framtíðinni og hvaða eiginleika þarf þessi búnaður að hafa til þess að við getum í rauninni búið til ennþá flottari búnað heldur en í dag. Þannig að það sem voru hönnun af forsendunar fyrir búnaðinum okkar var í rauninni að þetta væri lokakerfi og væri í töngum. Eins og þá eru flest öll lokakerfi sem í dag í glerrörum sem að spanna þá marga kílómetra. Þetta þarf að vera eins sjálfvirkt og hægt og með hjálp inntölva. Við þurfum að geta stillt ljósstyrkinn til að bregðast við þörfum þörungsins. Við þurfum líka að geta í rauninni vera með hröð og auðvelt þrif út af því að þetta er lotu keisla. Þannig að við viljum hafa eins lítinn downtime eins og mögulega hægt á milli þess að við erum að milli framleiðslu lotna. Við viljum hafa auðvitað mun hreinni rækt en í öðrum kerfum og í rauninni hafa framleiðslu sem er óháð veðri og staðsetningu, auðvelt að setja upp, stækka og reka. Síðan að auki þá vildum við líka út af því að það sem við sjáum í rauninni með rörakerfin er að þau taka rosalega mikið flatamál. Þannig að við vildum líka með því að færa þetta fyrir tanka geta framleitt mikið rúmmál af þörungi á eins litlu flatamál og hægt er. Þannig að á endanum í rauninni og auðvitað hafa þetta sem hagkvæmur búnað sem ódýrt að reka. Þannig að árið 2015 þá í rauninni var bara að byrja að kynnast þörungunum sem við vorum að fara að rækta. Það var ákveðið að rækta Haematococcus pluvialis og það var í rauninni bara að byrja í svona pókaræktunum eins og við sjáum í næsta myndinni. Árið 2015 þá var í rauninni svona fyrstu tilraunar við að búa til tankaeiningu, ræktunareiningu sem var þá ekki úr stáli. Og þetta gekk nú alveg misvel og ekkert allt og vel. Árið 2016, bara fyrir 2 árum í rauninni, að þá var fyrsta einingin smíðuð sem var stáli. Og seinna það ár var fyrsta einingin á stóru skala byggð. Og þetta er í rauninni sú eining sem við vorum að sækja einkaleyfi fyrir núna fyrra árinu. Þannig að mér langar aðeins að gefa ykkur smá yfirlit yfir í rauninni ræktunar aðferðir sem eru til núna í dag við að rækta smáþörunga. Í fyrsta lagi erum við með opna tjarnir. Þetta gengur þegar út með nógu mikið sól sem er ekki á Íslandi og þetta er ekkert voðalega hreint
Og þetta náttúrulega í okkar huga og mikið af okkar fólki kemur í rauninni úr lyfjaiðnaðinum og okkur finnst þetta í rauninni óásættanlegt. Og þetta er í rauninni allt sem að flýgur þarna yfir eða skríður ofan í endar síðan í matvælunum. Því að þetta er ekki eins og í sambandi við fiskeldi og því að þú tekur bara fiskinn úr vatninu. Allt sem er í vatninu endar í afurðinni, hérna. Það sem er skrifa upp á við er að fara í glerrör. Hérna í rauninni getur aukið rúmmálið, framleiðslu rúmmálið fjórfalt með því að fara úr þessum tjörnum sem eru mjög grunnar yfir í glerrör. Hérna erum við samt með ótrúlega mörg samskeyti og það þarf að dusta af rörunum og það er erfitt í rauninni með öll þessi samskeyti að ná í rauninni góðum þrifum. Það sem er síðan alveg lengst til hægri, sjáu þið nýjustu einingun okkar sem er tölvustýrð sem er rauninni sem við kallum Kinatúra Photobioreactor og þetta er patent pending. Hérna ef við skoðum í rauninni rúmmálið sem við getum framleitt á flatarmálseiningu þá er hún tíföld með rörakerfi og það er í rauninni, við erum að nýta ljósin mikið betur, sem sagt við erum í rauninni bara að rækta salat í vatni, þannig að við erum með hreint vatn sem að fer í tankinn, síðan erum við með LED-ljós sem er á panelum ofan í tankinum og við ræktum þörunginn þar, dælum kolsýru inn og gefum þörungum áburð. Þegar það ferli búið þá dælum við bara úr tankinum og setjum í gegnum skilvendu og þá erum við með alveg rosalega hreina rækt og þetta er rauninni bara þörungur og vatn og það skilst í burtu bara mjög hreint vatn og við tökum síðan þörunginn áfram. Þannig má kannski eiginlega nefna það að fyrir eitt svona tank þá þyrftum við rauninni 300 rör sem eru það bil 12 metra á lengd. Þannig að þið getið ímyndað ykkur flatarmálsbreytinguna. Og það líka annað er að við erum að nýta ljósin okkar mikið betur og því að þau eru ofan í vatninu, þannig að allar fótónar frá ljósinu eru nýttar. Það er líka mun minni hávaði í okkar ræktunarbúnaði og það er þægilegra starfsumhverfi því að það er minni hiti líka, auðveldara að kæla. Og hérna ætla ég að sýna ykkur aðeins framleiðslulínuna okkar. Kinatúra er náttúrulega með eiginlega alla virðiskeðjuna. Allt frá ræktun smáþörunguna yfir í einangrun á lífvirkum efnum sem að í okkar tilviki núna í dag er astaxanthin og yfir í framleiðslu á tilbúnum vörum. Þannig að með þessu getum við tryggt öruggt framboð til okkar kaupenda og passað upp á að astaxanthin sem við seljum sé af mestu og hæstu gæðum sem mögulegt er. Þannig að núna vildi ég óska að ég geti komið með ykkur í gegnum þetta fyrirleinina. En þið sjáu hérna að við erum í rauninni með í byrjunarferlinum þá í rauninni ræktum við upp smáþörunginn bara af koloníum í litlum glerflöskum, færu síðan yfir í tanka þar sem erum í grænum fasa. Það ræktum við upp í rauninni bíómassan og söfnum eins miklu bíómassa við getum. Síðan kveikjum við á í rauninni ljósstyrknum, setjum hann upp, hitan og fleira, búum til aðstæður þar sem að þörungnum líður ekkert allt of vel. Það sem að hann er komin í oxun álag, þá byrjar hann að framleiða efni sem er rautt, sem er akkurat astaxanthin. Og það er andóxuna efni og þörungunum framleiði það til þess að verja sig gegn oxunu álagi. Við einangrum síðan astaxanthinið úr þörungnum og framleiðum síðan vörur sem að innihalda þetta öfluga andóxuna efni astaxanthin. Þannig að þetta er í rauninni sterkasta náttúrulega andóxuna efni sem til í heiminum. Það er fituleysanlegt og kemst því yfir í flestallar frumuhimnur líkamanns, meðal annars yfir blood-brain barrier, þannig að það kemst í rauninni til heila, það kemst líka í augnbotna, þannig að þess vegna er líka mikið búið að vera að stúdera þetta efni í sambandi við augnheilsu. Astaxanthinið, út af því að það er andóxunefni, þá best að á móti frjálsum stakendum og ver þannig frumurnar gegn frumuskemmdum sem að oxunálag veldur annars. Þannig að virknin er í rauninni þessu andóxun, það líka getur stuðlað að blóðfitulækkun og síðan verndar það húð og augu. Og það er aldrei auðvelt að útskýra af hverju það getur varið húð og augu því að í rauninni þörungurinn framleiðir astaxanthin til að verja sig gegn geislum sólarinnar og oxunálagi og ef við tökum það þá verjum við okkur líka gegn oxunálagi og geislum sólarinnar.
Hérna eru fyrstu vörur Kínatúra og þessar vörur er hægt að fá í flest öllum apótekum á landinu og heilsuvöru verslunum. Við erum með Asta Lýsi, Asta Energy og Asta Cardio. Asta Lýsi er úr síldarlýsi með astantinni, síðan erum við með Asta Energy sem er grunnvara og Asta Cardio er í rauninni astanþín og DHA eða omega-3 fitusýrur úr þörungi. Þetta eru síðan nýju vörurnar sem eru komin á markaðinn á 2018. Við erum með Asta Fuel sem er komið á markaðinn, Asta Skin er í framleiðslu eins og er og Asta Eye kemur síðan seinna á árinu. Þannig að ég ætla bara að keyra yfir í síðustu glærurnar, ég sé að dómnefndin er komið tilbaka. Þannig að það sem að í rauninni nýtt sameinað félag, Saga Natura, er að fókusar á, er í rauninni að selja vörur úr allri viðskeiðinni. Við erum bæði með hráefnið sem myndi þá vera hvönn frá Saga Medica, myndi vera þörungamassi eða þörungaolíu frá Kínatúra, myndi líka vera með svona það sem kallast bulk finished products, það sem við erum í rauninni komin með vörur sem er búið að hylkja. Síðan getum við líka selt private label og síðan erum við own label. Þannig að við erum að fókusera á B2B markaðin erlendis og erum líka að selja síðan vörur hérna á Íslandi sem í rauninni sem var testmarketing. Stefnan 2018 til 2022. Núna í ár erum við með 4 tanka ræktunareiningar. Við erum að fókusera núna mjög mikið á sölu erlendis. Við erum að ganga gegn sameiningu 2 félaga og við erum búin að klára fjármögnuna upp á 295 milljónir íslenskrar. Næsta ári ætlum við að skala upp í 10 ræktunareiningar, fara á nýju markaði, við erum líka að skoða nýja vörur og við erum líka að skoða aðra þörungastofna sem við getum ræktað í sömu kerfum. 2022 þurfum við að komast í nýtt húsnæði og þá ætlum við að stækka og fara upp í 40 einingar og 2022 verðum við komin upp í 80 einingar í uppskólinn og þá verðum við komin með nýja vörur úr nýjum stofnum líka í gagnið. Þannig að ég ætla að enda þetta núna og auðvitað þarf maður að þakka fólki sem að hafa styrkt verkefnið og þá er það Tækniþróunarsjóður og Ranni sem er búið að styrkja okkur og sem er náttúrulega bara ómetanlega hjálp. Nýsköpunarmiðstöð Íslands er búin að vera góður samstarfsaðili við okkur og er búin að taka þátt í þróun á ræktunarbúnaðinum og við höfum verið rosalega ánægð með þetta samstarf. Síðan höfum við líka fengið styrki frá Evrópusambandinu eða SMI fasa 1 og við erum bara að bíða núna eftir hvort við fáum kannski fasa 2. Þannig að með þessu vil ég þakka fyrir. Þá er dómnefndin okkar búin, sýnist mér. Svo í kynni nú dómnefndina, þá eru í dómnefnd Sigríður frá Nýsköpunarmiðstöð, Jón Steindór frá Íslenskum verðbréfum, Sæmundur frá Matís, Þórir frá Matarauð Íslands og Kristján Þór. Ég ætla bara að gefa ykkur orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Verst að missa erindin hennar Lilju en ég hef verið svo heppin að hafa fylgst einmitt með þessu fyrirtæki alveg frá hugmyndastigi og þar til að það er að blómstra eins og það er að gera í dag og það er auðvitað vonin með þau verkefni sem við höfum séð hér að maður sjái þau verkefni verða veruleika og blómstra. Það var ekki auðvelt val fyrir dómnefndina að vinsa út 4 verkefni til að kynna hér af því að þetta voru eins og þið sjáuð á veggspjöldunum fjölmargar góðar hugmyndir og það var heldur ekki auðvelt val að velja úr þær hugmyndir sem að hljóta annars vegar annað sæti 500.000 og fyrsta sæti sem eru 2 milljónir í verðlaunafé. En við höfum nú gert það og við ætlum fyrst að tilkynna annað sæti sem að hlýtur 500.000 í verðlaunafé. En það er verkefnið ræktun á heitsjávarækju á Hjalteyri við Eyjafjörð og höfundar eru Magnús Þ. Bjarnason og Þorgerður Þorleifsdóttir. Við í dómnefndinni sáum náttúrulega mun
fleiri gögn heldur en birtist akkurat hér. Það komu ítarlega greinagerðar með verkefnunum og umsögn dómnefndar þetta verkefni hugmynd Magnúsar og Þorgerðar rækjurækt á Hjalteyri ný á Íslandi. Verkefni útpælt og vel markað, markmiðin ljós og raunhæf og góðar líkur á verðmætasköpun. Verkefnið hefur tengingu á milli atvinnugreina og myndi skapa eftirsótt störf á svæðinu. Magnús og Þorgerður tilgreina markhópinn vel og færa rök fyrir ásókn hans í afurðina og verkáætlun góð og það okkar mat að þetta sé mjög vel raunhæft verkefni. Við óskum þeim til hamingju með þetta. Og þá nú komið að fyrsta sætinu. Spennan eykst. En fyrsta sætið að það Tulkis skordýraverkefnið sem að fær fyrstu verðlaun. Ef þið vildu koma hér upp. Og röksemd dómnefndar eða mat dómnefndar, hugmynd Þorsteins og Kristínar skordýrarækt vel unnin og augljóst að mikil vinna hefur verið sett í útfærsluna, afurðapælingar og staðarval. Hér að ræða nýjar hugmyndir á nýja markaði, skýringar og rökstuðningur góður og áætlanir mjög raunhæfar. Það mat dómnefndar að líkur á talsverðri verðmætasköpun séu miklar og að bolmagn sé að mestu til staðar. Verkáætlun góð, vörður til staðar og stjórnun skýr ásamt því að markhópur vel skilgreindur. Við í dómnefndinni höfum reyndar farið í heilmikla pælingar varðandi reglugerðar farganið en það svo að líklegast verið að opna fyrir að svona ræktun sé leyfileg og það líka verið að opna fyrir reglugerðir varðandi notkun skordýra í fæðu hjá alifuglum. Það reglugerð væntanleg varðandi það. Svo að þetta auðvitað hugmyndasamkeppni og það hugmyndin sem fær viðurkenningu og verðlaunafé að upphæð 2 milljónir og viltu ekki afhenda þeim viðurkenningarskjalið? Og við óskum þeim innilega til hamingju með þetta. Ég vil taka það fram að gögnin voru gríðarlega vel unnin og ítarleg frá þeim. Bestu þakkir, gefðu þau gott klapp. En fyrir hönd dómnefndar þá vil ég auðvitað þakka öllum þáttakendum fyrir að senda hugmyndirnar. Við hlökkum til að sjá það verða veruleika og þökkum ykkur fyrir komuna. En svona áður en það yfirgefið svæðið, Snæbjörn heiti ég, framkvæmdastjóri Eims og það hefur búið að vera svo gaman hérna í dag. Þið trúið ekki hvað skemmtilegt að sjá svona verkefni skila svona árangri. Þannig að þetta mjög gefandi dagur. Og mér langar bara að þakka öllum sem sendu inn, bæði þeim sem að fengu verðlaun og öðrum. Dómnefndinni sérstaklega fyrir einmitt að leggjast yfir allar þessar hugmyndir. Ég hefði ekki getað valið þetta, sko. Það bara ekki séns. Og náttúrulega þakka Lilju fyrir komuna hérna og kynna Kínatúra. En áður en við förum þá langar mig að biðja þá 4 aðila sem að komust í úrslit að koma að sérna upp og langar til þess að færa ykkur blómvönd og besta konfekt í heimi sem frá henni Fríðu súkkulaðihúsi á Siglufirði. En öðrum bara þakka ég kærlega fyrir komuna og ég vona að þið hafi notið dagsins með okkur. Já, þetta bara ekkert samstæðið og bara ykkar störf. Það var vel að verða í staði. Til hamingju. Takk fyrir kærlega, glæsilegt hjá okkur.
Bless you.